Til máls tekur háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það greinilegt að styttist í prófkjör í Samfylkingunni. Menn koma hér til þess að sýna og sanna hversu góðir samfylkingamenn þeir eru. Og hvað felst í að vera góður samfylkingamaður? Það er að halda upp í svona morfísmálflutningi, er það ekki það sem menn hafa kallað þetta, og háttvirtur þingmaður einnig. Fara með eins marga samfylkingarfrasa á eins stuttum tíma eins og mögulegt er, án nokkurrar vísunar til sannleikans, enda er það ekki neitt áhyggju efni hjá samfylkingamannunum að vísa til sannleikans ef að frasarnir geta hljómað nógu sniðulega, svo sem háttvirtur þingmaður Lúðvík Jósefsson hlæjaði. Frú forseti, ég bið háttvirtan fyrrverandi þingmann Lúðvík Jósefsson afsökunar. Ég var að vísa til Lúðvíks Geirssonar, háttvirts þingmanns. Frú forseti, háttvirtur þingmaður nefnir það hér að Framsóknarflokkurinn hafi skipt stefnu hvað varðar stjórnarskrármál og heldur hér uppi auglýsingu frá Framsóknarflokknum. Þetta er því miður lýsandi fyrir vanda Samfylkingarinnar sem stjórnmálaflokks. Hún gerir engan greinarmun á því að gera hlutina vel eða gefa almennilega. Þær tillögur sem ríkisstjórnin talar fyrir hér í stjórnarskrármálinu eru gjörsamlega í andstöðu við þau vinnubrögð sem Framsóknarflokkurinn boðaði í málinu. Samfylkingamannum er nefnilega alveg sama hvernig hlutirnir eru gerðir. Fyrir samfylkingamannum gengur allt út á frasana, allt út á að þykjast vera talsmenn lýðræðis, en hvað gera þeir þeir hafa raunverulega tækifæri til þess að sýna fram á þessu talsmenn lýðræðis? Þegar þeir geta raunverulega sett mál í dóm þjóðarinnar? Nei, þá má þjóðin ekki koma að málum. Þá ætlar Samfylkingin að hafa vit fyrir þjóðinni. Hvað með til dæmis ASF? Hvað með Evrópusambandið? Ekki má þjóðin segja álit sitt á því á þessu stigi, ekki má hafa samtal við þjóðina Evrópusambandið, en nei, það má setja gjörsamlega óskiljanlega spurningar stjórnarskrána í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að geta farið með samfylkingarfrasana, til þess að geta komið hér upp og haldið eina samfylkingarræðu og sýnt sig og sanna sem frasasmið, vegna þess að einungis þannig kemst maður upp listan hjá Samfylkingunni og einungis þannig kemst maður þing fyrir Samfylkingunni og því miður er afleiðingin af því sú ríkisstjórn sem við setjum hér uppi með, ríkisstjórn sem hefur ekki gert neitt gagn fyrir Ísland undanfarin 3 ár og valdið meiri skaðinn sjálft efnahagshrunið.